Já, góðir fundarmenn. Í lok nóvember síðastliðinn hélt RML fundi ábyrgðarmál víða land. Á fundunum héldu jarðræktarráðuneytar fræðsluerindi en að því loknu voru umræður. Það voru 6 ráðuneytar sem stóðu að erindunum og flutningi þess á fundunum og skiptu sér á þessa fundi. Hér eru það Eiríkur Loftsson og Baldur Örn Samúelsson sem að flytja erindið. Ég heiti Eiríkur og mun byrja en Baldur Örn mun flytja seinni hluta erindisins. Nú áður en við förum í efni þá er þetta yfirlit yfir það sem við ætlum að ræða og það er skráning á upplýsingum áburðarnotkun og fóðuröflun. Helstu plöntunæringarefni í tilbúnum áburði, búfjáráburður, efnainnihald hans og nýting, kölkun, þátt áburður í fóðurkostnaði, niðurstöður úr heyefnagreiningum og svo í lokin verkefni RML sem eru tengt jarðrækt. Þegar teknar eru ákvarðanir kaup á áburði og val áburðartegunda er mikilvægt að hafa sem mestar og bestar upplýsingar og gögn til grundvallar fyrir þær ákvarðanir. Til að mynda að vita ræktunarstöðu túnanna, hvað hefur verið borið á þau í gegnum árin og hvernig uppskeran af þeim hefur verið. Til að þessar upplýsingar liggi fyrir þarf að vanda skráningu og gott að hafa hana sem mest sundurliða og auðvitað best að hafa það niður á einstaka spildur en stundum eru svona spildur sem eru eins eða fá sömu meðferð sem að mætti nota sem einingu. Góða leiðbeiningar varðandi allar skráningar eru mjög mikilvægar og myndin þarna, hún sýnir magn af heyi hverri rúllu og að það er háð þurrkstig heysins. Sumarið 2021 þá var RML með verkefni þar sem að þetta var mælt og sýndu þær mælingar að þéttleiki í rúllum er talsvert meiri í nýrri rúlluvélum heldur en eldri tölur sýndu og þessar tölur hafa nú verið uppfærðar og eru notaðar í jörð núna fyrir þetta mat á heymagni í rúllum og þar af leiðandi þá uppskeru skráningu. En hvað á mér að bera mikið á? Hér er tafla sem sýnir almenn viðmið áburðarþarfir og er eðlilegt að nota slíka töflu til grundvallar þegar maður er að velta þessu fyrir sér. Það er gefið yfirleitt hæfilega skammta af NPK á einhverju bili því aðstæður eru breytilegar og síðan þarf að taka mið eða tillit til ýmissa þátta sem að hafa áhrif á það hvað maður telur að sé síðan hæfilega áburðargjöf. Nú þetta eru til að mynda þættir eins og í hvaða, kannski fyrst ætti maður að nefna frjósemi jarðar sem að skiptir náttúrulega kannski mestu máli það hvað maður telur að þurfi að bera á eða metur það. Nú síðan í hvaða skepnur er fóðrið ætlað, það getur ráðið í hvað maður ber mikið á og eins væntingar magn og gæði eða þá gæði uppskeru eða þá kröfurnar sem að maður hefur uppskeru magn. Ef maður þarf ekki mikla uppskeru þá kannski sleppir maður áburðargjöf eða sparar áburð verulega. Nú síðan eru það heyefnagreiningar sem gefa segja nokkuð til það hvernig áburðargjöfin hefur tekist viðkomandi ár og gott að hafa heyefnagreiningar til aðstoða sig þegar maður að meta áburðarþarfir. Jarðvegssýni þau gefa hins vegar upplýsingar magn auðlestra næringarefna í jarðvegi og endurtekin sýnataka, hún segir okkur í rauninni sögu jarðvegsins hvort að forðinn hann haldist óbreyttur, hvort hann sé aukast eða hvort að það gangi í rauninni á forðann. Nú, hér er mynd sem að við erum að reyna að láta segja okkur það hvort að hvaða kröfur við gerum eða ætlumst til að sé mikið af þessum helstu næringarefnum sem við erum að bera á í tilbúnum áburði, hvað við viljum reyna að það skilji sér mikið í uppskeruna eða má ætla að sé í uppskerunni og hins vegar þá hvað í rauninni skila sér og þá er það viðmiðið niðurstaða heyefnagreininga 2022. Það sem er reiknað þarna er að það sé uppskera af góðu túni sem er að gefa 4 tonna af þurrefni á hektara í fyrirslætti og í miðjutöflunar þá erum við búin að reikna upp
hvað þarf að vera mikið af þessum næringarefnum ef við erum að uppfylla viðmiðunargildi sem að eru gefin upp fyrir svona alliða gott hey. Aftari taflan hins vegar, eins og ég sagði áðan, þá það tölurnar úr niðurstöðum heysína 2022 úr fyrirslætti sem að reiknast þá reiknast gildin með við þessa uppskrifu sem að verið að miða við þarna 4 tonn á hektara af þurrefni. Og ef við horfum á þessar töflu og skoðum tölurnar og berum það saman, þá sjáum við að það í flestum tilfellum sem að þetta virðist fara nokkuð vel saman. Köfnunarefni örlítið lægra, fosfórin aðeins lægri líka, en kannski kalíið sem það efni sem að minna í heyjunum heldur en við kannski myndum vilja að væri eins og viðmiðunargildin segja. Fyrir hin efnin sem að oft eru auka efnin sem að fylgja áburðartegundum og stundum ekki, en stundum kalsíum, magnesíum og brennstein, þá fer þetta bara býsna vel saman, myndi ég að segja. Í köfnunarefni eða sett í áburðartegundunum lengst af og við ræðum köfnunarefnið og hvaða formi köfnunarefnið í áburði, þá hefur í gegnum tíðina fyrst og fremst verið að ræða ammóníumnítrat sem að þá köfnunarefnisgjafinn eða þau efnasambönd sem að gefa köfnunarefnið úr áburðinum. En síðar í ár þá hefur þvagefni komið meira inn í áburðinum og grundast fyrst og fremst af því að það ódýrara í framleiðslu og getur þá getum við fengið áburð sem á heldur lægra verði. Nítratið það form af köfnunarefni sem að plönturnar eiga auðveldastar með að taka upp og í rauninni það loka form sem að taka það upp á, og ef að það lendir í blautum jarðvegi þá getum við hins vegar tapað því vegna þess að það verður afnýtrun og bakteríur sem að brjóta það niður í loftfirðu umhverfi. Ammóníum kannski forstig nítratsins. Við nítrun þá breytist ammóníum í nítrat og það aðgengilegra plöntunum, en plönturnar það geta hins vegar tekið ammóníum upp allavega að vissu marki og kannski talsverðum mæli. Ammóníum það losar vetnisjón þegar við þessa nítrun og sem þýðir það þá að jarðvegurinn hann súrnar af völdum þessa köfnunarefnisgjafa. Síðan það þvagefni sem ég nefndi að koma kannski inn og boðið í auknum mæli. Það hins vegar efni sem að þarf eða form sem að þarf aðeins lengri tíma til að verða nýtanlegt. Plöntur geta kannski tekið að einhverju mjög litlu leyti upp beint, en það þarf að brotna niður og að brotna því að niður eða umbreytist yfir í ammóníum, köfnunarefnislutin í þessu þvagefni, og getur geymst vel í jarðvegi þannig, og síðan brotnar það í framhaldinu niður við nítrun niður í eða breytist yfir í nítrat og verður þá enn aðgengilegar plöntunum. Það getur alveg tekið fyrir ammóníum að breytast í nítrat, þá getur það alveg tekið kannski mögulega 2 vikur að sú umbreyting eigi sér stað. Og auðvitað það þannig að við þurfum á vorin að hafa aðgengilegt köfnunarefni fyrir plöntan þegar það að byrja að spretta, en þörfin hún vex síðan þegar að sprettan eykst. Nú síðan fylgja önnur efni, kalsíum og magnesíum líka með, og kannski má segja að algengasti köfnunarefnisgjafinn hafi verið kallaður undanfarin ár kalsíum ammóníumnítrat. Það þá í rauninni kalk sem að fylgir ammóníumnítratinu og þá fyrst og fremst kannski hugsað til þess að súrnunum af völdum ammóníumhlutans verði minni. Nú síðan boðið upp á áburði í fljótandi formi sem hefur kannski ekki verið mikið hér nema þá svona fyrst og fremst sem blááburður, en hann þekkist að menn að bera á áburð erlendis í fljótandi formi einnig.
Í heiti áburðarblandna þá oft tilgreint innihald þeirra af helstu næringarefnum og á þessu kannski svolítið þörf að passa sig að það getur bæði verið framsetning á tegundum og það sem tegundum sem áburðarsalar eru að selja. Það getur köfnunarefni í rauninni alltaf gefið upp sem hlutfall af N eða prósent N í áburðinum. En fósfor og kalí getur hins vegar verið birt sem sýrlingar eða þá í hreinum efnum. Og það er ólík framsetning hjá framleiðendum. Jara eða SS fyrir Jara áburðin sennilega sá eini hér á landi sem að birtir samsetningu áburðartegunda í hreinum efnum, á meðan að það er birt samanber í sýrlingum samanber tegund eins og 20-10-10, 25-98 og 27-66 sem eru svona þekkt gildi í áburðartegundum sem hefur verið að selja hér á landi og þá þarf maður í rauninni til þess að bera þetta saman á þann hátt sem kannski æskilast að gera, að vita hvað mikið af hreinum efnum í áburðarblöndunni, að þá þarf maður að reikna það úr sýrlingum yfir í hreinu efnin. Vissulega það þannig að áburðar á pakkningum þá þetta gefið upp líka og í bæklingum frá áburðarsölum þá hreinu efnin gefin upp líka. En það mjög mikilvægt þegar að bændur eru að skoða þetta, að þessi örugglega að skoða sömu hlutina eða sömu samsetninguna þegar að bera saman áburðartegundir. Dæmi áburðarmagn eða áburðarmagn og tilbúnum áburði, að stundum það þannig að menn að bera á sama magnið og þeir eru að kaupa mismunandi áburðartegundir en bera alltaf sama magnið á. Og þarna sett upp tafla til að sýna dæmi innihald áburðar þessara sömu áburðartegunda voru glæran undan. Ef það er borin á 500 kg á hektaran og í töflunum sem lengra til vinstri þá sjáum við að það er mikill munur á því hvað er verið að bera á mikið köfnunarefni eftir því hvað innihald í rauninni er mikið á köfnunarefni í viðkomandi áburðartegund sem eðlilegt að gerist. En við sjáum að ef að menn grein ekki vel á milli hvað innihaldið er, að þá eru menn að bera á mismunandi magn eftir því hvað mikið er borið á. Við erum miklu algengara að við vinnum með það hvað er mikið, þegar við erum að reikna áburðar áætlanir, þá miðum við yfirleitt við hvað erum við að bera á mikið á köfnunarefni á hektaran og viðmiðin fyrir það eru síðan notuð til að leita áburðartegund sem að passar best við þá þarfirnar af hinum efnunum fósfor og kalí. Og svona gott að nefna kannski að á heimasíðu RML á hverju ári útbúin Excel-tafla og aðgengileg þar til að þar sem mann geta farið inn og séð þá allar áburðartegundir sem eru í boði hjá öllum áburðarsölum, innihald þeirra og reiknitafla þar sem hægt að finna hvaða áburðartegund hentar best miðað við tiltekið magn köfnunarefni sem ætlunin er að bera á. Og þá getur maður valið úr þeim lista hvaða tegund það er sem hentar, gefur passlegasta magnið af hinum efnunum. Nú, köfnunarefni er kannski svona það efni sem er kannski með fjölþættasta hlutverkið af þessum áburðar eða næringarefnum sem við erum að fá úr áburði. Það hefur mest áhrif á uppskýrumagn af þessum áburðarefnum. Það finnst í próteini, hvötum og blaðgreinu, er í rauninni svona undirstaðan í próteininu. Langvarandi notkun eykur frjósemi jarðvegs og umsetningu á lífrænu efni í jarðveginum. Hvaðan það kemur, það getur, það eru lífverur í jarðveginum, bakteríur bakteríur og plöntur sem að geta numið köfnunarefni úr andrúmslofti. Það kemur inn í hringrás við rottun á lífrænum efnum í jarðveginum. Lífrænu leifarnar þær innihalda köfnunarefni sem losnar þá og getur orðið nýtanlegt plöntum og síðan það borið á í áburði.
Ef það skortur á köfnunarefni þá verður planta ljósgræn og lágvaxin. Einkennin þau koma fyrst í ljós á eldri blöðum og plantan hún fer fyrir þroska ef að köfnunarefni vantar, þannig að þetta eru svona skortseinkennismerkin og síðan er hætta á því að það verði svona þegar maður er að skoða þetta, þá getur það svo sem ruglast við brennisteinsskort, að maður taki þar feil á milli. Í heyjum þá viljum við, eða þá eru viðmiðin svona í heysínum að prótín í heyjum sé 14–18%, það er svona viðmiðunargildin sem eru sett á heysínamiðana og ef að prótín er orðið lægra en 14, kannski 15, að þá getur alveg í heyjum að þá getur alveg verið farið að vera skortur á köfnunarefni sem að hafi áhrif á að uppskeran er ekki eins mikil og hún eins og maður myndi vilja. Að sama skapi ef að prótínið er komið upp í yfir 18%, að þá er kannski orðið óþarflega mikil köfnunarefnisgjöf, tala um eða fer yfir 20% og þá erum við að bera það á mikið og það mikið að svona síðustu kílóin af köfnunarefni eru ekki að gera neitt fyrir uppskerumagn. Nú, ef við förum í fosfórin þá er ekki hættulegt þó að sé borið mikið af honum, en það er hins vegar kannski tilgangslaust að vera að bera einhverju ofurskammta af fosfórnum, en hann er líklegastur til að safnast upp í jarðvegi, bindist þar, getur síðan kannski losnað ef að við bætum jarðvegsskilyrðin til þess að losa hann. Styrkurinn, hann er í jarðvatninu, er háður hitastigi. Það þarf ekki endilega vorin að vera skortur á fosfóri í jarðveginum, þó svo að plönturnar beri öll merki skort á fosfóri í kulda. Þá er bara það lítið í upplausninni, hann hefur ekki losnað í jarðvatnið. Fosfórinn, hann er nauðsynlegur hluti af erfðaefninu, hluti kjarnsýra og skortseinkennin sem að við sjáum eru það að yngri blöð verða dökkgræn blöð og slíður fá fjólbláan lit og það eru fyrst elstu blöðin sem að þetta kemur fram á, en lágur fosfór, hann getur hamlað uppskeru þó svo að einkennin sé ekki komin fram. Þannig að þetta er ekki, þegar einkennin eru komin fram þá er staðan ekki orðin góð. Kalí, kalí er lausbundið í jarðvegi og í mýrajarðvegi þá er oft mjög lítill forði af kalí og þá einnig lítið nýtanlegt kalí fyrir plöntur. Kalíð er kannski það af þessum efnum sem að við höfum kannski breytilegasta niðurstöðu þegar við horfum á niðurstöður heysína, að það eru alveg glögg merki það að sums staðar þurfa menn að taka sér tak og hækka kalí í heyjunum, á meðan að öðrum stöðum þá er þetta í mjög góðu lagi. Í heyjum þá þurfa menn að fara að gera eitthvert alvarlegt átak ef að kalíið er komið niður í 14 eða neðar, en við viljum miklu nær að vera nálægt 20. Það er líka þannig að ef að kalíið fer að minnka í heyjunum þá fer það að minnka í búfjáráburðinum og það þýðir þá í rauninni að við erum kannski í pínu að plata okkur með það að búfjáráburðin sé að gefa kalí sem við þurfum. Það er mikið fjarlægt með uppskeru á kalíinu og skortseinkennin, þá verður plantan ljósgul, það verður visnun sem hefst efst á blaðinu og færist síðan niður og blaðoddarnir fara að sölna. Kalí er mikilvægt fyrir meðal annars myndun mjólkur, þannig að það er ein ástæðan fyrir því að við þurfum að passa upp á að kalí verði ekki of lágt í heyjunum, og í of miklu magni þá getur hins vegar kalí komið í veg fyrir nýtingu á kalsíum og fosfór bæði hjá plöntum og eins hjá skepnum.
Svo eru hérna þessi 3 efni sem að fylgja oft með, brennisteinn, magnesium og kalsíum. Þau eru öll mikilvæg og skipta máli. Brennisteinn varðandi próteinmyndun og ljóstillífun, og þar mest hætta á skorti á þurrviðrasömmum í stöðum fram til eða inn til dala, eins og sagt er. Það sem að jarðvegur ekki, svona rýrjarðvegur, melar, sandar. Magnesium, það mikilvægt í blaðgrænu, það tekur þátt í mikilvægum efnaskiptum víða í plöntunni, þannig að þetta mjög mikilvægt efni líka. Kalsíum í frumuvögnum og himnum, það auðveldar efnaflutninga í plöntum og bindur úrgangsefni. Auk þess þá kalsíum jarðvegsbætandi, og við komum kannski aðeins betur inn á það síðar þegar við ræðum sýrustig jarðvegs. Nú, ef við kíkjum síðan á búfjáráburðinn, þá kannski hægt að skipta áhrifum búfjáráburðar upp annars vegar í skammtímaáhrif, sem eru þá þau áhrif sem að koma fram stuttu eftir dreifingu. Það hve mikið inniheldur viðkomandi búfjáráburður af næringarefnum sem aðgengileg fljótt eftir dreifingu, og síðan langtíma áhrifin sem þá bundin við lífrænt efni í búfjáráburðinum, og lífrænt efni það viðheldur jarðvegsbyggingu. Það mjög mikilvægt fyrir frjósemi jarðvegs. Það náttúrulega algjör veislubakki fyrir jarðvegslífið að fá búfjáráburð, eykur moldarefnin í jarðvegi og bætir vatnsbúskap, og þá kannski einkum og sér í lagi þar sem að jarðvegur gljúpur, sendiland og svona rýrara land sem að hættið að þotni. Í búfjáráburðinum, ef við horfum á köfnunarefnið, þá kannski best að ræða þetta bara út frá þegar við sendum búfjáráburð í efnagreiningu, þá fáum við niðurstöðu sem að gefur okkur heildar köfnunarefnisinnihald og síðan köfnunarefni sem á formi ammóníum. Þessi fljótvirki hluti, ef við horfum á köfnunarefni, þá það ammóníumflutinn sem að nýtist okkur hratt og strax þá sem að við erum að nýta þetta sem áburð. Og líka það í rauninni, það fór sem að reyna að passa upp á að við töpum hvað síst við dreifingu á búfjáráburðinum. Mismunurinn á heildrænu og þessu ammóníumbundna köfnunarefni, það þá lífræni hlutinn, og það hann sem sá sem að losnar á lengri tíma. Og verður aðgengilegur svona samhliða því sem hann brotnar niður í jarðveginum, og það getur náttúrulega verið mjög breytilegt hvað það tekur langan tíma, háð aðstæðum svo sem vatnsbúskap, loftun, hitastigi og fleiri þess háttar. Oft á tíðum þá þetta niðurbrot ekki alveg samstiga þörf plantana fyrir næringarefni, og sem þýðir í rauninni það að maður þarf að hafa það í huga næringarefni úr búfjáráburðinum með að gagnast okkur til lengri tíma. Þá þetta náttúrulega, ef við erum að hugsa bara vaxtarárið og erum að hugsa að búfjáráburðurinn sé settur í flag, að þá getur hann verið að gera heilmikið þegar að kemur fram á sumarið, og til að mynda grænfóður sem verið að rækta til og sprettutími þess seint á sumrinu, að þá getur hann verið að koma inn að fegna krafti búfjáráburðinn, á meðan að hann kannski ekki að gagnast grösum sem að við þurfum að fá hraða sprettu snemma vori. Að samanskapi ekki, ef þú ert að rækta bygg til þroska, þá ertu kannski ekki að bera á mikið búfjáráburð sem að kemur þá til nota þegar að þú vilt einmitt að byggið sé farið að mata kornið og þroskast. Það mjög mikill breytileiki milli búa í efnainnihaldi og þurrefni í mykju, og hér á þessari mynd hérna framsending sem við höfum kannski sýnt oft áður, efnagreiningar á mykju á 5 búum, og við höfum viðmiðunargildi og jörð. Þarna súlurnar, græna súlan, hún stendur fyrir köfnunarefni, og þá það köfnunarefni sem á formi ammóníum,
fósforin fjólubláa súlan og svo brúnleita hérna kalíið. Þarna miðað við, þetta svona magntölur á hérna íásnum og búin þarna raðað súlunum til vinstri og lengst til hægri og lengst til hægri hérna tölurnar á jörð. Og það miðað við sé 25 kg af mykju á hektaran og nýtingin hún sé svokölluð góð nýting, það þýðir að það að nýtast 70% af köfnunarefninu, 90% af fósfornum og 80% af kalíinu. Og þeir þurfa ekki að horfa lengi á þessar súlur til þess að sjá að það mikill munur á milli búa. Nóg að horfa kannski bara á fyrstu búin, bú 1 og bú 2 og sjá að það mun meira af köfnunarefni í hérna á búi 1, köfnunarefni og kalíi, en meira fósfori á búi 2. Og þetta ekkert mjög óáþekkt þurrefnisinnihald sem á þessum tveim búum, 5 og 5,5% þurrefni. Og þurrefni skiptir mjög miklu máli að fá mælt líka að gera sig grein fyrir því vegna þess að ef við erum bara að bera á 25 tonn af mykju á hektaran, að þá mjög mikill munur á því hvað við erum að bera á mikið magn af þurrefni eftir því sem að mykjan verður þurrari. Það að segja samanburðurinn hann verður mjög rangur hjá okkur og hérna mjög mikilvægt að vita bæði efnainnihaldið og þurrefnið og hérna ég hvet menn til þess að taka stíni úr mykjunni hjá sér þegar þeir að dreifa og hérna senda í efnagreiningu og sjá hvað kemur út. Og svo kannski má bæta við að við aukum nýtinguna eins og á köfnunarefninu eftir því sem þynnri mykju við höfum. Já, góð ábending. Samskonar hérna tala fyrir sauðfjárbú sauðatáðið að þarna þetta setta eins öðru sér fram en þarna erum við að tala táð og lengst til hægri gildi sem viðmiðunargildi notað í hérna jörð óþynnt sauðatáð. Mælingar frá 5 bæjum eins og með mykjuna. Þarna verið að miða við 10 tonn á hektaran og góða nýtingu og við sjáum að það kalí þarna á súlunum sem eru vinstra megin og við sjáum að það mjög mikill munur á því hvað af kalí í milli búanna. Og eins og kalí nú mikilvægt efni þá mjög mikilvægt að vita þetta líka. Til hægri ammóníum, það þá í rauninni köfnunarefni sem nýtanlegt strax í þessum 10 tonnum á hektaran og nýtingin 70%. Við sjáum að það breytilega tölur en rétt samt að taka fram að hérna fyrstu 4 súlurnar þær úr hérna úr veðruðu taði á meðan að 5. súlan eða bær 5 grindatað sem tekið sem þá ekki búið að veðrast og við sjáum að það miklu meira af ammóníum í því heldur en í veðraða taðinu. Enda tapast lækkar ammóníum mjög á einu ári getum við sagt að megnið af mjög stór hluti af ammóníum hefur veðrast úr taði sem látið veðrast úti. En þarna líka mjög mikill breytileiki í sauðataðinu eins og í kúamykjunni. Þannig að það gefið sýni. Svo hér þættir sem hafa áhrif á hérna við dreifingu sem hafa áhrif á nýtingu á ammóníum hlutanum í búfjárafurðir og það eins og Baldur nefndi áðan, það þurrefnisinnihaldið sem skiptir mjög miklu máli. Það skiptir mjög miklu máli ef við erum að horfa á velta fyrir okkur þyntri mykju að hún sé það þunn að hún fari sem allra fyrst ofan í jarðveginn. Tapið á ammóníum verður þegar það á yfirborði. Árstími skiptir vitanlega máli hvenær verið að dreifa og hérna síðla haust og yfir veturinn það ekki líklegt að við fáum góðan nýting út úr því. Sama á við aðstæður þegar verið að dreifa, þær skipta líka mjög miklu máli að kuldi hann dregur úr uppgufun, vindur eykur uppgufun, úrkoma eftir dreifingu jákvæð, þá rignir skítinn niður í jarðveginn og
og sú starfsemi öll sem að fer fram þar af smáverum, bakteríum, sveppum og fleirum og sjálfsögðu plöntum líka sem að bindur köfnunarefnið. Aðferðir dreifingu skiptir máli, það næst betri nýting með niðurfellingu eða niðurlagningu eins og hefur aukist hjá bændur eru farnir að fjárfesta í þannig búnaði. Auðvitað hluti af því líka að þá verða menn að nota lægra þurrefni og fá betri nýtingu fyrir vikið en það allavega ekki verið að spýta þessu út í loftið þannig að lyktin nú kannski svona ágætismat á það líka hvernig hefur tekist til við nýtinguna á ammoníum við dreifingu á mykjunni eða þynntu búfjáráburði. Og svo auðvitað skiptir máli að geymslan sé bæði góð og nægjanlega rúm til þess að það þurfi ekki að vera að dreifa á vondum tíma. Það var þannig kannski stærsta máli sumstaðar að vera með nægjanlega gott rými. Nú, síðan eru nokkur atriði varðandi vaxtarskilyrði upp á það að og það var náttúrulega við erum að hugsa nýtingu á áburði, að hann nýtist sem best og hvað maður þurfi að bera á, áburðarþarfir og þess háttar. Það er auðvitað jarðvegurinn, gerð hans og frjósemi sem að skiptir miklu máli hvað þetta varðar. Og svo næstu tveir þættir sem eru svona samtvinnaðir sem að eru uppsöfnun og næringarefnum af áburðargjöf. Uppsöfnun verður í gegnum árin fyrst og fremst í efstu 5 cm og þar safnast mest fosfórin, kalíið fer aðeins dýpra. Umsetningin á köfnunarefni er þar líka mest. Ræktunarsagan, hún er náttúrulega samtvinnuð þessu því að í túnum sem nýlega búið að endurrækta og plægja og búið að plægja næringarefnin niður og þá þarf maður að taka mið af því að auðvitað þarf maður að bera meira á nýræktirnar vegna þess og líka vegna þess að þeim við ætlum náttúrulega að gefa meiri uppskýru líka. Ástand framræslu er mjög mikilvægt atriði í þessu sambandi. Í blautum jarðvegi þá tapast köfnunarefni við afnýtrun þar sem að framræslan er ekki nógu góð og eins líka bara ef okkur hættir til að ætla að bera of snemma á vorin, berum kannski á það sem við höldum að sé orðið þurrt en það er klaki, svo fáum við rigningu og þá allt í áburðurinn lendur í pínu útvötnun getum við sagt eða í mjög blautum jarðvegi. Ef að ástand framræslu er ekki í lagi þá verður jarðvegurinn líka súrefnisnauðari og kaldari. Eins það þjöppun jarðvegs sem er mjög stórt atriði að passa upp á og gera sér grein fyrir að hefur neikvæð áhrif á áburðarnýtinguna því að við þjöppun þá falla stærstu holurnar í jarðveginu saman, vatnsleiðnin hún minnkar og jarðvegurinn hann verður mun lengur blautur eftir úrkomu. Og síðan það kannski feillitraði partur hann sem að ætla að leggja áherslu á í svona restina sem sýrustig jarðvegs sem að nefna nokkra þætti tengda því sem að skiptir líka mjög miklu máli. Í allri ræktun þá skiptir máli að sýrustig jarðvegs sé heppilegt fyrir viðkomandi plöntur og jafnframt hefur sýrustigi þá hefur það líka áhrif á nýtingu áburðarins og aðgengin plantna næringarefnum. Jarðvegslíf og byggingu jarðvegs og meðal annars vegna þess að kalsíum sem yfirleitt hærra í þar sem sýrustig í lagi og allavega þar sem sýrustig ekki í lagi og við kölkum að þá erum að bæta kalsíum í jarðveginn en kalsíum það mikilvægt upp á það að stuðla að samkorna byggingu á jarðvegi sem lykilatriði lykilatriði í jarðvegsgæðum að samkorna byggingu hans.
Á þessari mynd sem hérna þá sjáum við flokkun á sýrustigi í jarðveginum á sýnum sem voru tekin á árunum 2014 til 2021 með sýnatöku dýpt upp á 10 cm á landinu. Við sjáum að sýrustigi breytilegt milli landshluta en það er líka breytilegt innan landshluta og stundum sá breytileiki mjög mikill. Yfirleitt þá höfum við mælt með því að huga á kölkun þegar pH lægra en 5,5 og jafnframt þá mjög dýrt að kalka þegar sýrustigið er orðið mjög lágt, þannig að það er betra að huga að því að halda sýrustigi sem í lagi í þeirri stöðu áfram. Við sjáum að svona ef við horfum á landshlutammuninn á þessari mynd að bláu súlurnar sem að standa fyrir Vesturland að þær eru hæstar þar sem að sýrustigið er lægra, lágt eða frekar lágt og gulu súlurnar sem lengst til hægri í súlubúndunum það eru Suðurland og við sjáum að þær eru hærri þar sem að svona frekar lágt og gott en svo eru svæði á Norðurlandi greinilega sem að eru að gefa mjög gott sýrustig, kannski frekar Norðurlandi og Austurlandi sem að gefa frekar mjög gott sýrustig heldur en á hinum landshlutunum. Við sjáum það í lágu súlunum sem þarna lengst til hægri. Hér eru taldar nokkrar afleiðingar, neikvæðar afleiðingar af lágu sýrustigi í jarðvegi og myndin hún sýnir aðgengi að aðalnæringarefnum sem minnkar með lækkandi sýrustigi sem getur verið vegna meiri bindinga við jarðveginn eða útskólun eða uppgufun. Að sama skapi verður aðgengi sumra snefilefna meiri við lækkandi sýrustig sem getur verið óheppileg snefilefni en við sjáum öll helstu aðalnæringarefnin hana, köfnunarefni sem efstöðin og þeim miður á ensku hana hjá okkur en menn skilja þetta vonandi samt, það selt köfnunarefni efst og svo fósfor og svo kali, brennisteitt, kalsíum og magnesium og við sjáum að öll þessi efni eru aðgengilegri eftir því sem að sýrustigi hækkar og við sjáum reynda líka mólibdín sem neðst þarna sem að getur nú verið mikilvægt fyrir fóður að það mjög lágt líka við lágt sýrustig. Íslensku jarðvegur hann ríkur bæði af áli og járni og það svo sem ekki alveg nákvæmlega vitað á hvaða sýrustigspili aðgengi að fósfor mest við íslenskar aðstæður en aðgengi það að aukast við hækkandi sýrustig og þarna sjáum við að það eru torrlaust járnfósföt og torrlaust álfósföt sem að binda fósforin við lágt sýrustig. Það er nú ólíklegt að við sjáum að í kringum á milli pH 6 og 7 þá það sýrustigsbil sem að fósforin mest aðgengilegur eftir að sýrustig fer að hækka upp fyrir 7 sem nú mjög ólíklegt að við lendum í þeim aðstæðum hér á landi að þá getur fósforin farin að bindast aftur og þá fer hann að bindast í kalki eða með kalki. Hversu mikið þarf að kalka? Það eitthvað sem kannski svolítið erfitt að segja nákvæmlega alltaf, en jarðvegsgerðin, hún hefur áhrif. Það þarf minna til að kalka, til að hækka pH-gildi á sandjörð en á mýrlendi til að mynda. Þannig það minna mál að hækka sýrustigið á sandi eða móa heldur en á mýri. Við höfum verið að nota viðmið að það þurfi 1 tonna kalkgjafa með hefðbundnu kalsíuminnihaldi og þá verið að tala að innihalda kalsíum og magnesium sé milli 30 og 40%. Og viðmiðið semst það að 1 tonna af kalkgjafa það sé að hækka sýrustigið eða pH-gildið 0,1. Þetta hins vegar eitthvað sem við kannski getum ekki gengið út frá, það sé bara alltaf raunin, það alls ekki þannig.
En það jarðvegsgerðin eins og kom fram á sem skiptir máli og síðan þurfum við að horfa líka á mikilvægi þess hver kornastærðin á kalkgjafanum er. Við þurfum það kemur nú held ég örugglega næstu glæru hjá mér aðeins að nefna það. Við þurfum að forgangsraða spildum í kölkun. Ef við þurfum að kalka mjög mikið þá mikilvægt að því við gerum ekki allt í einu að þá að setja upp plan og forgangsraða. Það gott að kalka í endurræktunarferlinu, þá maður að færa stýrustigið betra lag akkurat í þeim spildum sem að eru mikilvægastar, nýjastar sáðgresið í og við þurfum að fá góða uppskera sáðgresi og við þurfum að fá betri ending á sáðgresi, þá hjálpar kölkunin til. Nú síðan eru í lokin, það eru kalkgjafar, það virkni þeirra dreifing. Þegar við tala kalkgjafana, þá erum við að tala skeljasand, við erum að tala kornað kalk sem verið að bjóða, þá það malaður kornaður kalksteinn. Við erum að tala dólamítkalk sem inniheldur þá magnesíum líka, annars þetta bara kalsíum sem nánast öll uppistaðan í skeljasandi og í kornuðu kalki. Og síðan ef við tölum aðra innlenda kalkgjafa, það nú spurningamerki við það verið að pröfa á Hvanneyri að nota sand og svona fína möl eða svona einhverja tilraunir í gangi á Hvanneyri með innlenda hráefni til að sem gætu hækka sýrustig í túnum og væru það ekki endilega langt frá mörgum að ná sér í. En það verður fróðlegt að vita hvað kemur út í því, en það kannski ekki það kannski ekki komið mjög langt en allavega það verið að vinna í að skoða þetta þar. Virknin hún háð kornastærð efnisins, minni kornastærð, hún virkar hraðar en grófar efni. Skeljasandurinn hann af þessum sem við erum að nota það núna, erum að tala skeljasand, kornakalk og dólomítkalk, að þá skeljasandurinn grófastur og virkar hægast. Malaða og kornaða kalkið væntanlega að það fínasta og virkar sennilega það hraðast. Dreifinguna á kornaða kalkinu, það má dreifa því með áburðardreifara, en hinum kalktegundunum sem við köllum það bergefni í lausu, skeljasandur og dólomítkalki sem hefur verið flutt inn núna síðustu árin og talsvert notað, að það þarf að hafa kalkdreifara eða önnur hentug tæki til þess að dreifa því. Nú, þá það komið að þér, Baldur, eða ekki? Jú, þá ætla ég að reyna að messa aðeins yfir ykkur líka. Svona, svo ég sé allt hérna. Hér það var, Ermel hefur haldið út svona rekstrarverkefni, rekstrarverkefni frá kúabúum og úr því var síðan unnið svona fóðurkostnaðarverkefni og það svona áhugavert að sjá svona hvernig þetta kemur fram með hvað mikil uppskera getur verið mikilvæg gagnvart fóðurkostnaði. Að ef við höfum uppskeru upp á 5,5 tonn og þá höfum við þannig kostnað 5,3 krónur á kíló þurrefnis og þurfum þar leiðandi færri hektara á hverri árskú og með lægri áburðarkostnað. Þetta fljótt að telja á hektara og líka á árskú hvað kostnaðurinn mikill, þannig að það mikið keppikefli að auka uppskeru. Þá þurfum við að heyja færri hektara. Og það náttúrulega, ef maður setur á sig umhverfisgleraugun, þá getur það líka verið umhverfisvænna að vera að nýta betur hvern hektara. Þannig getur líka haft áhrif fjarlægð frá túnum, ef maður þarf að heyja, ef maður ekki með þetta marga hektara og þarf að sækja hey í langar vegalengdir, þá fyrir þetta skipta máli. Maður kannski, ef maður að hækka uppskeruna á túnunum sem nær, þá getur maður verið að lækka kostnað.
Hærra pH-gildi jákvætt varðandi magn uppskeru. Það náttúrulega bætir endingu túna, að túngrösin, sáðgrösin, þau lifa lengur. Og kannski gott samt að minnast á það að áhrifin eru minnst árið eftir sáningu. Ef við erum með lágt sýrustig við endurræktun, þannig að árið eftir þá erum við ennþá bara með mjög jákvæð áhrif á jarðvinnslunni og við erum með nýjar plöntur, ungar plöntur, þannig að þær þola sýrustigið og þannig að þær eru kröftugar, þannig að þær þola alveg þetta lága sýrustig, en það dregur undan þeim hraðar og svona sýrið þolnari grös sem eru oftast sem gefa minni uppskeru, þau grös fara að koma meira inn með auknum krafti. Svo þetta svona áhugavert ef maður fer að horfa síðan á endurræktun og árlega nýsáningu á grasi, að lægsti fóðurkostnaðurinn sást það sem var verið að sá í 2,5–5% túna. Þetta kannski samt ekki hægt að segja að það eigi bara að endurrækta svona lítið, en það má segja samt að jöfn endurræktun og stöðu sé mjög mikilvæg og það sé vandað til verka og svo að endurræktunin endist. Þessi fjárfesting sem lögð í endurræktunina töluvert kostnaðarsöm og þá skiptir máli að hún sé vel vönduð og hún endist. Síðan var mjög áhugavert sem kom út úr þessu verkefni líka að það var svona sammerkt hjá búum, ef var hægt að finna svona ákveðið samhengi á milli þess að menn voru með markvissa skjólsáningu á grænfóðrið með sáningu á grasi, gaf það upp hærri meðaluppskeru á hektara og þar af leiðandi lægri fóðurkostnað. Það voru ekki með þessa litlu uppskeru sem er oft á endurræktar árinu. En þar mjög mikilvægt að sá ekki grænfóðri of háum skömmtum svo að það sé samt ekki að kæfa sáðgresi. Það voru með lága skammta og líka mikilvægt að vera með grænfóður sem vex ekki aftur eftir slátt. Þannig að eins og bygg eða hafra sem vaxa ekki upp aftur. Hins vegar þetta óheppilegt kannski með rígresi eða þess háttar að það myndi vaxa upp aftur og með rótarkerfi á svipuðum stað og grasið. Og svo náttúrulega það binding fjármagns í vélum sem hefur bara töluverð áhrif á fóðurkostnað. Svo það skemmtilegasta, ég segi svona, það niðurstöður Heiðarnagreininganna 2022. Hérna á þessum fundum sem við héldum vorum við með mismunandi niðurstöður eftir landshlutum, en náttúrulega nú erum við hérna á netinu og þurfum þá að ræða þetta heilt yfir allt landið. Langar kannski bara byrja samt að þakka fóðursölum eða þeim sem eru aðrir en við að taka heysýni, að það hefur verið vandað mér til verka að merkja niðurstöður rétt og fylla þetta út svona á, hvað maður að segja, réttu formi. Þar að leiðandi erum við að safna mjög mikið af heysýnum í sameiginlegan gagnagrunn og erum að ná mjög góðum gögnum. Ef við horfum á þessar myndir og svona kannski útskýraðar aðeins að bláa súlan hér að hún alltaf landið allt, meðalgildi landsins alls og þar liggja undir 911 sýni. Þetta allt sýni eingöngu úr fyrri slætti. Það svona til þess að hafa svona eitthvað samanburðarhæft og hafa nógu mörg sýni samt þar á bakvið, að þá fórum við þá leið að vera með birta bara niðurstöðu fyrsta sláttar og það náttúrulega í tengslu við áburð og fyrsti sláttur náttúrulega alltaf mikilvægasti slátturinn. Ef við horfum á þetta svona að þá sjáum við hérna á Suðurlandi að þurrefnið var frekar hátt þar í ár. Eins vil ég nefna að þetta sem sagt
á sem Suðurlandsmynd eða hvers landshluta mynd að þá eru þetta sem sagt síðan niðurstöður ársins áður, það er 2021 og 2020. Þannig að það er miklu samkennari samanburður að bera saman á milli ára innan hvers landshluta en að vera að bera saman landshlutanna sjálfa. Og þar sjáum við sko á Vesturlandi og Suðurlandi að þar höfum við svona heldur hærra þurrefni. Passið einhverju skölunum hérna, þeir eru aðeins misjafnir eftir hvað landshluta maður er í. Á Norðurlandi var votviðrasamara, það var heldur lægra þurrefni þar, og svo á Austurlandi eru aðeins undir landsmeðaltali með þurrefnið sem er svona breytileiki frá árunni áður þar. Hérna innan sviga er þetta sem sagt fjöldi sýna, eins og á Suðurlandi 301 sýni sem endurspeglar þessa súlu, svo erum við 101 sýn á Vesturlandi. Við erum með flokkað Norðurland sem sagt í ár, eða sem sagt í fyrra, þá er árið 2022, þá erum við með þetta flokka líka Norðurland vestra, Norðurland eystra. Þannig að þar höfum við hérna 106 sýni og 302 á Norðurland eystra. Þannig að þessar tvær súlur hér sameinast hérna er svona sameinaðar, þetta er allt Norðurland á þessum aftar í tíman. En það er náttúrulega töluvert breytileikur á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra. Þess að við sjáum það að Norðurlandi eystra, það náðist þurrara fóður þar. Ef við horfum á meltanleika, þá var hæsti meltanleikin á Suðurlandi. Það er heldur nærri rétt yfir landsmeðaltali á Vesturlandi og svo er hann rétt undir meðaltali á Norðurlandi, en hann er hærri en hefur verið sinnstu á Norðurlandi vestra og bæði eru þau svona aðeins undir landsmeðaltalinu en eru þó aðeins hærri en meðaltalið 2021. Á Austurlandi var kannski svona mesti samstrátturinn í meltanleikunum. Þar er þetta minna en ári áður, en svo sjáum við var meltanleikin mun hærri í öllum landshlutum annað 2020. Hér höfum við trénið. Það er akkurat heldur lægra á Suðurlandi og Vesturlandi. Það var slegið töluvert fyrr á Suður- og Vesturlandi í sumar. Móti síðan að við höfum hérna Norðurland vestra er svona í svipuðum takt og við Vestur- og Suðurland, meðan Norðurland eystra, þar er trénið töluvert hærra og það er hærra en landsmeðaltalið á Austurlandi líka, en trénið er samt alltaf lægra en það var 2021. Hráprótein, það er náttúrulega kannski þá okkar mælikvarði á köfnunarefni. Þetta er umreiknað út frá magni köfnunarefnis í heyi, hrápróteinið, og hér sjáum við það sem er líka mjög, sem sáum mikið, að það er lágt prótein á Suðurlandi. Það er líka heldur lægra á Vesturlandi, en síðan sker Norðurland vestra sig svolítið úr, að þar var prótein mjög hátt, en á Norðurland eystra var það svolítið rétt undir landsmeðaltali, og kannski að Norðurland eystra er með jafn mörg sýni hérna á bakvið sig eins og á Suðurlandi. Það er mjög mikil sýnataka á Norðurlandi, og svo höfum við heldur hærra prótein hérna á Austurlandi, en samt töluverður samdráttur miðað við árun áður, og það er í takt við niðurstöður í öðrum landshlutum nema á Norðurlandi eystra. Þar höfum við bara svona afgerandi hærra köfnunarefni eða hærra prótein. Fosfórinn, þar höfum við svona tröppugang niður, en á Suðurlandi var fosfórinn nokkuð lægri en landsmeðaltal, en það er kannski með Vesturlandi, það
þar skalinn reyndar hérna 0. Þetta svona þegar maður að steypa saman myndum á mismunandi svæðum, en þar sjáum við líka samt að fosfórinn lægri en landsmeðaltalið. Og þá höfum við hérna Norðurland vestra, það akkurat sker sig aðeins úr hérna með hærri fosfór, en Norðurland eystra líka með hærri fosfór, og það getur náttúrulega samsvarað sér í því að við vorum líka að sjá svo töflum hjá Eiríki að við erum með aðeins hærra sýrustig á Norðurlandi en hinum landshlutunum. Þannig að fosfórinn getur verið aðgengilegri þar. Svo sjáum við hér líka á Austurlandi, þar aðeins töluverð lækkun miðað við líka árin á undan á fosfórinn. Kalíið hins vegar svona frekar áhugavert að horfa á. Þetta nú allavega Norðurland og Austurland, það ofboðslega lítill breytileiki. Það svo sem bara stendur allt bara keykt á bara sínu föstu gildum. Það svona tröppugangur aðeins niður á við á Suðurlandi. Það svona sker sig aðeins akkurat úr að Vesturlandi, að þar höfum við bara mikla lækkun á kalí. Og þar nú svona vangaveltur haustið á undan að það voru mjög mikla rigningar og svona vangaveltur það hvort að kalíið hafi svolítið skolast úr jarðveginum. Svo ef við horfum á hérna niðurstöðu fyrir kalsíum, magnesíum og brennistein. Suðurland, ef við bara förum kynum hvern landshluta fyrir sig, að þá var Suðurland svona aðeins undir landsmeðaltali, en hefur þó örlítið undir með því fyrra, en það hækkun frá því 2020. Magnesíum, þetta ekki mikil breytileiki þar, aðeins lækkun, og brennisteinn aðeins lækkun, en það getur líka tengst akkurat þessi lægra próteini. Brennisteinn mjög samtengdur próteingildum. Ef við horfum á Vesturland, og þar hefur við svolítið hækkun á kalsíum á milli ára og aðeins yfir landsmeðaltali, með magnesíum með svona álíka lítinn breytileika aðeins yfir landsmeðaltali. Og svo hér sjáum við líka að brennisteinn aðeins yfir landsmeðaltali, en þó nokkuð lægri en í fyrra. Svo horfum við á Norðurland, að Norðurland vestra vel yfir landsmeðaltali, og svo yfir landsmeðaltali Norðurland eystra. Og þetta kannski út af því að við erum með öll gögnin saman fyrir árið 2021 og 2020, að þetta þá trúlega ekki mikil breytileiki svona á milli ára. Þetta svona bara svipað, það svona aðeins yfir landsmeðaltali magnesíum, og hér sjáum við líka að brennisteinn hár í Norðurlandi vestra miðað við landsmeðaltal og miðað við Norðurland eystra. Þar höfðu við líka mikið meira prótein. Með Austurland þá svona kalki aðeins vera með svona einhvern tröppugang niður og svolítið undir landsmeðaltali, eins með magnesíum og brennisteinn. Þannig að það svona, þetta það sem við erum að sjá úr þessu niðurstöðum. Við erum með svona tröppugang síðan í Selinu upp á við. Suðurland hérna aðeins undir landsmeðaltali, en það hefur verið svona aukast jafnt og þétt. Vesturland tekur svona svolítið stökk, það hefur verið nokkuð stöðugt hana 2021 og 2020, en svona frekar lágt með landsmeðaltali í ár. Á Norðurlandi þá Norðurland vestra hana með bara það bil landsmeðaltali, en Norðurland eystra með Selinu töluvert hærra. Og fyrir hann að nálgast 300 mikrogrammin, og þetta svona virðist vera svolítið tröppugangur upp á við miðað við seinustu ár. En svo svona áhugavert þessi breyting síðan hér á Austurlandi, að þar lækkar selen töluvert.
hverju því veldur svona sem alltaf spurning svona með eina vangaveltu náttúrulega. Við vorum með þessar gífurlegu hækkunir á áburðarverði og jafnvel fækkun á vöruúrvali áburðartegunda og kannski áburðarverð frekar valið ef það verið til áburður með eða án selen, að menn hafa kannski frekar farið selenmegin og það kannski skýrir þessar svona aukningu á selinni. En það svo sem ekkert fast í hendi hverju því veldur. Já, svo kannski bara ef við svona hérna í lokin að ef við erum að horfa á hvað við hjá RML erum að gera, en svona í jarðræktinni erum við að bjóða upp á sprotavann sem svona ráðgjafapakki sem snýr í jarðrækt. Hann til svona litli og stóri sprotin, en það þetta svolítið svona einstaklingsbundin ráðgjöf þar sem áherslu bóndans svona endurspeglar svolítið hvað unnið í þeim pakka, en oft það áburðaráætlun og einhver svona skoðun á túnum eða bara alls slags áætlanir. Svo svona nýjung að fara á stað hjá okkur sem svona bændahópanir. Það þetta tekið af finnskri fyrirmynd, það sem þetta ný nálgun á Íslandi, það sem leiddir eru saman bara bændur sem svona eiginlega, þessi ráðgjöf byggir eiginlega svona á jafningjafræðslu milli bænda, þannig að það verið að reyna að horfa á hvað mismunandi bændur eru að gera gott og það kannski reyna í sameiningu að finna leiðir til að bæta sinn eigin búrekstur. Og þannig að það að vera auglýst mjög fljótlega, við erum nú búin að auglýsa það og ég veit nú ekki alveg hver staðan á þessu verkefni akkúrat augnablikinu, en það það ekki Eiríkur að við erum ennþá að taka á móti umsóknum? Það ekki? Jú, það opið fyrir umsóknir ennþá. Já, þannig að þetta svona svolítið spennandi nýjung. Og svo svo sem aðrir pakkar sem við erum með, að það náttúrulega tengt fóðurráðgjöfin og kynbótaráðgjöf og þess háttar. Þannig að alls slags í boði, þannig að það bara við höfum að hafa samband ef við hjá RML getum eitthvað að hjálpa. Þá bara svo sem ég vildi bara þakka fyrir áheyrnina á þetta erindi og kannski gott að minna á það að inni á rml.is erum við með flipa sem þetta held ég okkur flipa, og svo annað sem þar undir flipi sem heitir útgefið efni og fyrirlestrar. Þar eru allavega 2 fyrirlestrar lífræna áburðargjafa og svona það sem voru í annarri fundarherferð hér áður, og þar eru mjög góðar upplýsingar varðandi svona aðra möguleika í áburðargjöf sem við kannski fórum ekki hér, þannig að það alltaf að velja höfna hvað birt í svona erindi. En þá held ég bara við þökkum fyrir okkur, eða eitthvað sem þú vilt bæta við, Eiríkur? Nei, bara þakka þeim sem að hafa skoðað þetta. Herðu, bara takk fyrir og ekki hika við að hafa samband. Hér eru alltaf með nöfn og netföng hjá okkur sem stóðu að þessu erindi. Jarðræktarhópurinn hjá RML. Ekki hika við að það einhver spurningar að hafa samband. Það bara alltaf gott að taka spjallið.